Óttar Guðmundsson geðlæknir skrifaði pistil á dögunum þar sem hann talaði áfallahjálp og að fólk þyrfti eða vildi orðið fá áfallahjálp við nánast öllu. Hann segir mannin ekki lengur ráða við uppákomur daglegs lífs og fólk gerir þær kröfur að tilvinnan sé fyrirsjáanleg og þægileg og kom eitthvað óvænt upp á finnst því eðlilegt að fá utanaðkomandi aðstoð eða áfallahjálp. Þessi skrif fengu mikil viðbrögð en ein þeirra sem greip boltan á lofti var Soffía Vagnsdóttir, fræðslustjóri Akureyrarbæjar. Hún skrifaði í kjölfarið pistil á fésbókarsíðu sína þar sem hún segist sammála Óttari og horfir á skólakerfið í þessu samhengi. Þar sé vaxandi hópur barna sem mætir ekki í skólan vegna kvíða fyrir einu og öðru. Í pistlinum segir hún jafnframt: Er kannski komin tími til að taka upp dagsektir í íslenskum skólum? Að fólk greiði sektir ef börn þeirra mæta ekki í skólan. Þetta er þekkt í öðrum löndum þar sem meiri virðing virðist boðin fyrir skólakerfinu. Barn á að mæta í skólan hvað sem tautar og raular nema það sé fárveikt. Þessi vangavelta Soffíu hefur farið eins og eldur í sinum netheima og vakið sterk viðbrögð, bæði góð en líka slæm. Við settumst niður með Soffíu og heyrðum hennar hlið á málinu. Skólaganga barna er mikilvæg. Hún er gríðarlega mikilvæg. En kveikjan af því og ástæðan fyrir því að ég hef kannski kveikt í fólki, meira heldur ég kannski gerði mig grein fyrir, að það var ég fór að vitna í til dæmis land sem ég hef sjálf búið í, sem Holland, þar sem eru raunverulegar dagsektir, vegna þess að það er litið svo alvarlegum augum ef barn mætir ekki í skóla. Að sjálfsögðu var ég ekki þar með að segja að það væri eitthvað sem gæti komið upp þannig að barni mætti ekki í skóla. En við höfum bara verið að horfa á þessa miklu aukningu inn í skólakerfinu, það sem að í dag er kallað skólaforðun, ég kalla þetta nú bara mætingavandi. Hann er vaxandi og oft kemur orðið kvíði við sögu. Kvíði við hinn og þessu. Ég er alls ekki að fría skólakerfið. Það er ýmislegt alltaf sem við þurfum að vera að skoða þar og endurskoða og gera betur og orð eins og einelti koma við sögu, orð eins og vondir kennarar, orð eins og allt og margir nemendur í bekk, orð eins og frímínútur, öll þessi svið skólastarf sem er náttúrulega mjög mörg, þau eru alltaf til skoðunar, en þá vil ég bakka, það er ekki eðlilegt að barn sem er jafnvel í öðrum eða þriðja bekk segi ég kvíði svo fyrir að fara í skólan og þar með einhvern veginn þar við situr. Við verðum að hjálpa barninu að staða út í lífið samhliða því að taka á vandanum. Af því að lítill hlutur eins og að kvíða fyrir að fara leikfimi eða kvíða fyrir að fara sund eða eitthvað slíkt, hann getur orðið að stórkostlegu vandamáli. Það að kvíða fyrir einhverju er ekki það sama og hafa alvarlega kvíða. Og ef við vinnum ekki á þessu með börnum, þá endar þetta þannig, eins og í þessum alvarlegustu tilfellum, að barn bara mætir ekki í skóla, það er komið í sér úrræði, foreldrar eru ráðþrota, koma þeim ekki út. Foreldrar átta sig kannski ekki alveg á því að það að vera góður við barn er ekki endilega að halda því heima. Það er alltaf betra að vinna með vandan samhliða því að halda þessi skólarútínu. Og þú kemur inn á þetta með dagsektir foreldra og það er greinilega fordæmi fyrir því annars staðar, en þeir sem að kannski hafa gagnrýnt þetta hvað mest virðast vera oft foreldra barna sem að glíma við eineltisvanda eða eru með eitthvað form af kvíða. Akkúrat. Mér langar að leiðrétta þetta við foreldra. Ég er ekki að fara að taka upp dagsektir. Það er ekki á mínu valdi. Ég er einungis að segja að öll þau úrræði sem við höfum verið að reyna að láta okkur detta í hug, koma með fram á sjónarsviðið, þau duga ekki. Ég er alls ekki þar með að segja að dagsekt við því að mæti ekki skólan, að hún leysi eitthvað kvíða. Við erum hins vegar að takast á við það líka í skólakerfinu. Fólk er að taka hérna leyfi til að fara í frí erlendis, það er að taka svona huggudaga heima, það er að taka sér frí til að skreppa í bæinn, alls konar hluti. Auðvitað er síðasti þátturinn að fara að sekta ef að barn mætir ekki í skóla. Og ég er ekki að finna þetta upp. Þetta er búið að vera umræði í skólakerfinu í dálítið langan tíma. Það eru komin úrræði sem heita sækjum börnin heim og þá veltir maður fyrir sig hversu langt á skólakerfið að ganga. Eigum við að taka á okkur þá ábyrgð að ef að barni fæst ekki út úr húsi að við komum heim og sækjum barnið.
En þetta snýst semst í rauninni ekkert bara kvíða, það kannski það sem hefur verið svona mest í Nei, alls umræðunni, ekki. en þetta líka bara, einmitt, að foreldrar eru að taka frí til að fara til útlanda eða fara í bæinn eða akkúrat. vera heima bara. Já, og það hafa komið dæmi þar sem að kannski barnið búið að vera allt í einu búið að vera upp, safnast þegar sama kemur, allt upp í bara fleiri vikur. Og það eru dæmi það að börn að fara hérna milli foreldra og milli sveitafélaga og þau fara ekki í skóla af því að þau eru bara heima og því foreldrin sem þau eru í heimsókn, það getur verið sitt hvorum með helgi, jafnvel upp í viku. Það væri ekkert ólíklegt ef að þetta héldi áfram, þá myndi þetta barn þurfa stuðning þegar það komið í 2., 3. eða 4. bekk. Og þá fær skólinn verkefni í fangið. Og maður spyr sig, eftir að einmitt að hafa hitt litlu flóttabörnin, hvað er það sem börn á Íslandi kvíða? Hverju kvíða þau svona mikið? Við verðum að komast að því. Það getur verið bæði heima og í skóla, en við verðum að finna út, er það raunverulegu kvíði fyrir raunverulegu vandamálum? En svo mikið öðrum kröfum líka, að það er mikil krafa að vera í tónlistanámi og íþróttum og sennilega oft fleiri en einum og tveimur. Já. Eru börn bara hreinlega undir of miklu álagi heldur? Já, ég velti því fyrir mér. Það þarf samræði við börn. Börnin þurfa að hitta eitthvað fullorðinn sem þau geta átt samræði við sín áhyggjuefni eða hugðarefni eða gleðiefni eða hvað sem er. Ég held að sá tími hafi svolítið skerst vegna þess, já, að mörg börn eru bara í mjög löngu, bara með mjög langa vinnudag, út frá sér afþreyingu og áhugamálum og þetta svolítið, sum þola þetta, en sum eiga erfitt með þetta. Fyrir suma er þetta bara mjög erfitt og þá þurfum við líka að skoða, eiga að hætta heimanámi, eitthvað stað verður að skera niður, annars bara verður þetta fyrir þau allt og mikið.